Komið sæl, ég heiti Nanna og ég er náms- og starfsráðgjafi hérna við Menntaskólann á Egilsstöðum og það sem mig langar til að gera núna er að fjalla örlítið hvað lesblinda er. Lesblinda er fremur algeng taugalíffræðileg röskun á hæfni okkar til að lesa úr táknum ritmáls. Það er að segja bara horfa á bókstafi og breyta þeim yfir í hljóð. Lestur er nefnilega bara flókið ferli sem að snýr að því að við tengjum rittákn eins og til dæmis bókstafi við ákveðin hljóð. Við tengjum síðan hljóðin saman í rétta röð til að mynda orð. Og síðan þurfum við að setja orðin í rétta röð til að mynda setningar sem að við þurfum svo að skilja eftir að hafa farið í gegnum textann. Og lesblind fólk á í erfiðleikum með að tengja stafina sem það sér á blaði eða skjá við hljóðin sem að stafirnir endurspegla og tengja hljóðin síðan saman. Þannig að fólk með lesblindu á þar af leiðandi oft meðal annars í erfiðleikum með að lesa lipurt, í erfiðleikum með að stafsetja orð og oft líka að læra ný tungumál. Orsakir lesblindu eru meðal annars taldar liggja í skertri hljóðkerfisvitund. Það er sem sagt hæfni einstaklingsins til þess að meðhöndla hljóð tungumálsins á meðvitaðan hátt. Meðal annars með því til dæmis að segja til einstök hljóð orða eða rím orða. Og veikleikar í hljóðkerfisvitund birtast meðal annars í erfiðleikum með að ríma, eins og til dæmis að ná að tengja orð eins og mús fyrirhafnarlaust við rímorð eins og lús eða djús, hús. Og stundum stingur fólk kannski upp á orðum eins og rúm eða djúp eða bara einhverju allt öðru sem er ef til vill hljómlíkt. Veikleikar í hljóðkerfisvitund birtast meðal annars í erfiðleikum með að sundurgreina hljóð í orðum, eins og til dæmis að gera sér grein fyrir að orðið sól er samsett úr hljóðunum s, ó, l. Þessi veikleikar geta líka birst í erfiðleikum með að tengja saman hljóð til að mynda orð eins og að tengja saman hljóðstafana R-O-S, r-ós, til að lesa orðið rós. Þetta er það sem að kallast líka umskráning. Og þessir veikleikar geta líka birst í erfiðleikum með að vinna með hljóð tungumálsins með alls konar hætti. Sem dæmi er til dæmis hægt að nefna þegar einstaklingur er beðinn að setja F í stað B í orðinu bíll og segja síðan frá hvaða orð myndast í staðinn, sem er þá orðið fíll. Og þessir veikleikar í hljóðkerfisvitund gera það að verkum að einstaklingurinn á í erfiðleikum með nákvæman og sjálfvirkan lestur. Og lesblindir einstaklingar hafa yfirleitt slaka færni í stafsetningu og umskráningu hljóða í orð. Og eftirfarandi einkenni geta birst í lestri. Það er sem sagt að einstaklingar eru lengi að læra bókstafi og hljóðin á bakvið bókstafina. Sumir eru í erfiðleikum með að vinna með tengsl stafa og rittákna og hljóðana þeirra. Einkenni geta líka birst í ónákvæmum og hikandi lestri. Þau geta birst í hægum lesraða og lítilli sjálfvirkni í lestri. Einkenni geta líka birst í að fólk er lengi að byggja upp sjónrænan orðaforða. Það er sem sagt í rauninni færnin til þess að þurfa ekki að hljóða sig í gegnum öll orð. Og einkennin geta sem sagt líka birst í lítilli lesfimi.
Það er sem sagt yfirleitt talað að lesfimi sé samsett færni af sem sagt leshraða, lestrarnákvæmni og áherslum og hrynjandi í lestri. Lesblindueinkenni sem birst geta síðan í stafsetningu eru til dæmis brottfall stafa, til dæmis þegar einstaklingar skrifa orðið skrjóður sem skróður eða skjóður. Þau geta birst í erfiðleikum með að greina stutt eða langt sérhljóð, sem sagt einfaldan eða tvöfaldan samhljóða, eins og að skrifa baka í stað bakka eða öfugt, eða dúkkur og dúkur. Það getur birst í því að eiga erfitt með að greina mun á hörðum og linum samhljóðum, eins og K og G, D og T, B og P. Hvort skrifa maður til dæmis kaka með K-i eða G, eða hvort skrifa maður plata með T eða D, eitthvað slíkt. Einkennin geta líka birst í bara erfiðleikum með að rugla saman hljómlíkum stöfum eins og grönnum og breiðum sérhljóðum, eins og O, Ó, E, J, B, D, F, Vaff, N, M og fleira. Til dæmis með því að rita orðið skrifa með vaffi í staðinn fyrir effi. Stafavíxl líka eitt einkenni, þar sem að einstaklingur geti til dæmis skrifað orðið ganga sem gagna. Og sjötta og síðasta einkennið sem að upp verður talið hér er til dæmis þegar fólk skrifar eftir framburði. Þannig að fólk ritar eða skrifar til dæmis ég með J-E í staðinn fyrir J, eða orðið skoða með SG í staðinn fyrir SK. Og önnur einkenni það eru önnur einkenni sem að geta líka fylgt lesblindu, eins og til dæmis bara erfiðleikar við raðskipan eða raðvinnslu, það er að segja að vinna eða gera eitthvað í fyrirfram ákveðinni röð, til dæmis að muna röð stafrófsins, muna margföldunartöfluna, mánuði ársins, sumir eiga erfiðleikum með að binda skóreimar, því að maður þarf að gera eitt á undan öðru. Eða jafnvel bara erfiðleikum við áttun og rötun. Fyrir suma geta hugtökin hægri og vinstri verið mjög ruglandi, jafnvel inn eða út, upp eða niður. Og einnig er ekki óalgengt að fólk með lesblindu eigi erfiðleikum með tímastjórnun og bara alls konar tímahugtök. Svo getur líka verið mjög mikill dagamunur á fólki með lesblindu og það er mjög algengt einkenni. Það er líka mikilvægt að taka fram að lesblinda birtist óhágreind og hefur nákvæmlega ekkert með það að gera hvort einstaklingar séu klárir á bókina eða ei. Hún getur líka haft mismikil áhrif á fólk og verið misalvarleg. Stundum eru líka til staðar aðrir taugafræðilegir veikleikar samhliða lesblindunni, eins og til dæmis sértækir lesskilningserfiðleikar eða ADHD, sem að síðan getur gert fólki enn erfiðara fyrir í námi. Fólk með lesblindu er líka líklegra en aðrir til að greinast með aðrar raskanir samfara lesblindunni. Til dæmis, eins og áðan var nefnt ADHD, getur líka verið móðþróskuröskun, hegðunarraskanir, sértækar málþroskaraskanir, dyspraxía. Og ástæðan fyrir þessu er sem sagt talin sú að þessar raskanir nái til sömu eða nálægra svæða innan heilans, eins og lesblinda. En allt er hins vegar hægt með áræðni og seglunni af vopni og oftar en ekki er lesblind fólk nefnilega svakalega þrautsegt. Og það sem meira er að lesblindu geta líka fylgt ansi magnaðir styrkleikar.
Margir lesblindir eru til dæmis gæddir mikilli sköpunargáfu. Þetta eru hugmyndaríkir einstaklingar með mikið ímyndunarafl. Þau sjá fyrir sér lausnir með góðu innsæi. Þau hugsa oft og muna í myndum en ekki í setningum. Þau eru oft forvitin. Dettur stundum í hug að taka sundur hluti bara til að vilja skilja hvernig hlutirnir virka, og oft lýsir fólk því sem sagt að vilja sjá fyrir sér virknina innan frá og síðan út. Mörg eru gædd bara listrænum hæfileikum. Mörg eiga auðvelt með að sjá fyrir sér og vinna í og með þrívídd, eins og að byggja kofa eða teikna hluti í þrívídd. Mörg eru líka flink í að leysa tæknileg vandamál og eru gædd bara skapandi hugsun og hugviti, og oft brillera lesblindir þess vegna í hönnun, leiklist, listum, nýsköpun. Mörg eru líka mjög næm bara á líkamstjáningu og líkamsmál fólks, svona því sem að kallast kannski að lesa í fólk. Lesblind fólk er líka bara oft í grunninn svona hugsaskapandi, og síðast en ekki síst þá er þetta oft brjálæðislega þrautsegir einstaklingar og gefast ekki auðveldlega upp. Og ég myndi bara persónulega segja að þetta væri uppskriftin af frábærum námsmanni og frábærum starfskrafti. Og í lokin er kannski mikilvægt að taka fram að þetta er alls ekki tæmandi listi, og engir tveir einstaklingar sem eru lesblindir eru eins eða upplifa nákvæmlega samskonar einkenni eða búa yfir sömu styrkleikunum. Og þess vegna er sjálfsþekking bara gríðarlega mikilvæg, og hvert og eitt kortleggi sína lesblindu og einkenni og finni leiðir og lausnir til að vinna með. Að endingu þá er líka bara gott að hafa í huga bæði fyrir nemendur og kennara og bara fyrir allt fólk að 10–20% fólks glímir við einhvers konar erfiðleika við lestur, og stór hluti þeirra eru lesblindir. Og til að fá formlega greiningu á lesblindu gegnum skimun eins og Logos eða fleiri próf, að þá þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Þannig að hafa ber í huga að fólk getur líka átt í miklum erfiðleikum með ákveðna þætti lesturs, þó svo að ekki sé að ræða formlega lesblindu. En í rannsóknum á tíðni lesblindu er algengt að sjá tölur frá 5–15% kannski. Á Íslandi hefur tíðnin verið sirka 3–8%, sem að þýðir sirka 30.000 manns af 370.000. Og því miður næst ekki alltaf alveg að grípa alla lesblinda í skólakerfinu. Og meðan fólk er í grunnskóla, og í dag hér á landi er klárlega einhver fjöldi fólks á vinnumarkaði sem er án efa með formlega greiningu, enda er ekkert mjög langt síðan að skólakerfið fór markvisst að grípa nemendur með lesblindu og fræða röskunina og vinna með veikleika og ekki síður styrkleika, sem eru bara svo ótal margir. Þannig að aldrei gefast upp, því að þú sem lesblindur einstaklingur ert bara ansi magnað eintak og getur allt sem þú ætlaðir, þó svo að þú þurfir kannski, eða ekki kannski, þú þarft án efa að hafa töluvert meira fyrir því sem þú ætlaðir, en þau sem að kannski þurfa ekki að kynna og vinnast með hliðar sinnar lesblindu. Þannig að bara ekki gefast upp. Takk fyrir.